Sæl og blessuð og velkomin í Húkla podcastið. Ég þakka þér fyrir að vera með mér í dag. Að vanda ég með góðan gest hérna í settinu hjá mér og það hann Agnar Kofod Hansen sem er stjórnendaráðgjafi á sviði fjármála og reksturs og ég vil bara bjóða þig hjartalega velkomin Agnar. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Já, sömuleiðis, takk fyrir. Og ég verð að segja að ég hugsa að þú sé svona sá reynslumesti sem ég fengi hingað til mín. Það er mín heiður. Já, takk. Bara rosalega glöð að fá þig til mín og þú ert stjórnendaráðgjafi og hvernig aðeinslega er það svona helst sem þú ert að þjóna í dag? Já, í dag er ég stjórnarmaður í 3 fyrirtækjum, 2 sprotafyrirtækjum og 1 lífeyrissjóði og síðan er ég að þjónusta fyrirtæki í gegnum mitt fyrirtæki, Greiðslumat. Og þar er ég fyrst og fremst að veita svona stjórnendum ráðgjöf í tengslu við verkefnastjórnun og hjálpa þeim að vera með námskeið í verkefnastjórnun, verið að taka verkefnastjóra svona í markþjálfun, ég er líka markþjálfi og svona verið að efla verkefnastjóra og fræða þá sem eru ekki verkefnastjórar hvernig maður á að haga sér sem verkefnastjóri og hvaða gögn er gott að hafa við höndina. Af því að nú held ég að verkefnastjórnun er bara vaxandi starfsgrein innan vinnumarkaðar. Já, kannski svolítið of mikið auglýst eftir verkefnastjórum af því að verkefni sem slík þarf að skilgreina og margir verkefnastjórar eru með óskilgreind verkefni. Já. Það er að þau eru ekki með markmið, þau eru ekki með kannski lokapunkt og endanlega afurð. Heldur bara svona vinna sem heldur áfram og áfram, en það er ekki verkefnastjórn. Nei. Verkefnastjórn verður að hafa eitthvað verkefni sem hefur lokapunkt. Upphafspunkt og lokapunkt og helst ákveðið svona fjárhagsplan, viðskipta áætlun sem að gengur út á að fylgja þá viðskipta áætluninu og athuga hvort að þú ert í takt eða ekki í takt. Já. Hvort þú ert að eyða miklu eða ekki. Og finnst þér þetta bara vera algengt innan fyrirtækja að þetta sé óskilgreint? Já, það er vissulega mjög algengt en auðvitað eru mörg fyrirtæki sem að standa sér mjög vel. Já. Og það er náttúrulega búið að vera mennta verkefnastjóra í fjölmörg ár núna og þannig að það eru mjög margir sem að vita alveg hvernig á að skilgreina verkefni. Og þú ert að segja, þú kemur þarna inn og ert að hjálpa stjórnendum, þá jafnvel sem eru ekki menntaðir með þessa verkefnastjórnuna menntun, bara svona kannski að gefa þeim þá þessi tól og tæki sem að verkefnastjórar búa yfir væntanlega. Já, benda þeim á hvernig þau virka, hvernig maður notar þau og hvað skiptir máli og hvernig á að halda fókus og allt það. Já, frábært að því að ég er nefnilega búin að vera að pæla eins í þessu með verkefnastjóra núna bara undanfarið af því að ég núna erum við að tala svo mikið eins og fjarvinnu og allt þetta, fólk er farið að vinna allstaðar, heiman frá eða jafnvel erlendis frá eða bara hvar sem er. Já, einmitt. Ég myndi halda til dæmis að verkefnastjórnun sé bara, ef eitthvað er bara örugglega aldrei verið eins mikilvæg og núna til þess að halda jafnvel utan teimin og passa upp á einmitt að verkefnin sé að halda dampi. Já, einmitt, verkefnastjórnun eins og hún er hugsuð, að hún er mjög praktísk og það er þau markmið sem hún setur þér. Þú þarft náttúrulega að vita hvort þú náðir markmiðinu og þú þarft að læra af reynslunni og þú þarft að mæla hvort að þú hafi náð markmiðinu og hversu langt þú varst í frávikum. Og svo þarf þetta að skrá þetta niður með einhverjum hætti og þetta læra sér þetta af reynslunni. Og þetta er mjög sniðugur stjórnenda aðferð og mjög hagkvæm fyrir fyrirtæki. Og hvernig, hvaða tæki ert að nota þá þannig í þessu? Eru verkefnastjórar að nota ykkur önnur tæki heldur en svona gengur að gerist, skilur inn á vinnustöðum eða? Nei, ég held að sé nú, sumir eru að gera áætlanir, aðrir eru ekki að gera nógu ítarlegar áætlanir eða stundum ef verkefnið er mjög lítið þá þarf kannski ekki mikla undirbúnings og eftirlitsvinnu en verkefni geta verið fljóta að vinda upp á sig og orðið mjög flókin. Og þá skiptir máli að hafa skipulagi gott og verkefna yfirliti gott. Ég nefnilega, að því að
bara aftur, veist, ég bara, þetta er búið að vera mér eitthvað hugleiki núna þetta varðandi Já. þegar fólk er að vinna út allt. Já. Og og maður heyrir mannauðsstjóra tala að fyrirtæki þurfa að fara að horfa meira á verkefnin heldur en störfin. Já. Til þess að hafa örugglega það fólk sem kemur að þessum verkefnum í húsi á sama tíma. Eða, veit ekki, kannski ekki endilega nauðsynlegt að hafa í húsi á sama tíma, en að það sé einmitt einhver svona yfirsýn yfir að líka bara upp á menningu fyrirtækja og annað að fólk svona og fyrirtæki ná að halda velli kannski þar. Já, það sem að skiptir kannski öllu máli í verkefnastjórnuna eins og í annari stjórnun og í rekstri fyrirtækja, það er mannfólkið. Og veist, hvernig er fólki sem er að vinna í verkefnunum, er stutt við það, er það talað við það og það hvatt áfram og það skiptir öllu máli. Þannig að mannskapurinn og hvernig vonum er stjórnað, það er alltaf númer 1 og kannski númer 2 er þá hvernig er verkefni skilgreind, eru þarna fyrir hendi markmið og svo framvegis. Þannig að já, það getur verið gott að vera með fyrirtæki og þú ert kannski bara með einhverja 3 kassa eða 3 verkefni skilur og getur haldið í aðgreindu og svo einhverja yfirstjórn, en það er náttúrulega aldrei þannig í raunveruleikanum. Nei. Það blandast svolítið saman allt saman. En segðu mig það aftur, þú hefur svona verið að fara meira inn í stjórnir fyrirtækja og annars líkt. Já, ég hef reynslu að vera í stjórnum bæði stóra fyrirtækja eins og banka, Arion banka og svo mjög lítilla fyrirtækja eins og sprota fyrirtækja og þannig að það er náttúrulega mjög tvennt ólíkt en það er mjög hollt að hafa farið í gegnum það að vera í stjórn banka til dæmis í nokkur ár og svona lært þessar bæði siðareglur og verklagsreglur og annað sem að maður þarf að temja sér sem stjórnarmaður. Þetta er nefnilega, mér finnst bara frábært í dag að heyra að það eru fleiri og fleiri sem er að fara í gegnum þetta viðurkennda stjórnunar nám til dæmis sem til dæmis akademía sér með viðurkenndi stjórnarmenn og ég veit ekki hvort það eru fleiri aðilar að kenna þetta en sko það sýnir mér samt að sýnir manni að það er áhersla á að þetta sé orðið faglega stjórnir. Já, það er mjög nauðsynlegt. Til dæmis í fjármálafyrirtækjum og þá er náttúrulega fjármálaeftirliti með ákveðið próf sem að stjórnarmenn þurfa að taka og gerða mjög mikla kröfur til stjórnarmanna. Fyrsta lagi er náttúrulega þekki fjármál og rekstur fjármálafyrirtækja og í öðru lagi bara hafi þekkingu til þess að skilja það sem að vera að leggja fyrir þá. Það skiptir náttúrulega alveg öllu máli að þú vitir hvað þú ert að taka ákvörðun Já, þetta er nefnilega svolítið áhugavert ég sá nú bara held í blöðunum í dag eða í gær að það var einmitt einhverjir aðilar innan lífeyrissjóðakerfisins sem voru að gagnrýna að það væri mögulega að vera að ýta svona venjulegu fólki út úr stjórnum lífeyrissjóða því að þetta próf væri náttúrulega mjög strangt. Já, sko það er mjög gott að heyra skoðanir venjulegs fólks ef þú getur kallað það. En erum við ekki öll venjulegt fólk? En já, ég held að við höfum nú öll einhver svona smá sjónarmið venjulegs fólks og þó við séum sko þurfum að fara í eitthvað prófu og þurfum einhverja menntun til þess að geta skilið það sem framfer að þá er það kannski ekkit algilt eða nauðsynlegt af höndi fjármálaeftirlitsins að þú hafir ákveðið próf heldur bara að þú getur sýnt fram á þekkinguna og fjármálaeftirlitið sjálft er með próf og hefur verið með próf og þar þú veist, getur bara reyndið og bara venjulegt fólk. Algjörlega og undirbúið sér fyrir það próf. Já, það er bara lög og annað sem að þarf að fara í gegnum. Svo en svona ef við förum aftur í svona mismun að vera í svona stórum fyrirtækjum og sprotum, þetta er náttúrulega, hvernig svona læðist inn í svona þetta sprotaumhverfi? Já, það er nú kannski bara að því ég svona hef verið að vinna í sprotaumhverfinu eiginlega mjög lengi. Já. Þegar ég stofnaði mitt fyrirtæki Greiðslumat, að þá gerði ég það með vini mínum Benedikt Jóhannesinni. Og við vorum að fókusera á það að meta áhættu af lánsviðskiptum og meta lánshæfi fyrirtæki á Íslandi. Það hafði ekkert verið gert
og menn lánuðu bara og tóku tryggingar og svo ef viðkomandi fór hausinn það var bara gengið á trygginguna og látið gott heita. En við vorum að stíla inn á það að meta lánshæfi verktaka. Af því að vegagerðin og ríkis eða hvað heita innkaupastofnun ríkisins þá þeir tóku bara alltaf lægsta tilboði og hugsuðu ekki hvort að viðkomandi gat staði við verkið eða ekki. Svo fór hann á hausinn og þá var bara gengið á trygginguna og einhver annar fenginn í verkið. Það var engin verkefnastjórnun þar. Það skipti engu máli hvort að verkið kláraðist í ári eða á næsta ári, skilurðu. Já. Og það var ekkert metið að einhvers virði að hafa stjórn á hlutunum. Já, og fyrirtækin væru svona þokkalega traust. Og hvort að fyrirtækin væri traust eða ekki, það var bara, ef þau hafa tryggingu þá gáttu þau fengið verkið. En við byrjuðum þarna og svo náttúrulega leiti eitt af öðru og annað fyrirtæki sem að ég kom að var upplýsingaþjónustan sem að var áður í verslunarráðinu. Það fyrirtæki rann svo inn í Lánstraust sem var líka sprotafyrirtæki og svo var ég í Lánstraust í nokkur ár og við seldum það svo til Kaupþings eftir svona baráttu við bankana og það var svona alls konar hindranir. Þannig ég búin að fara í gegnum margs konar uppbyggingu á fyrirtækjum. Í kjölfar Lánstraust þá stofnuðum við Mitt Factoring. Það fyrsta factoring fyrirtæki? Það var fyrsta factoring fyrirtæki hér á landi. Ég hafði verið í Lánstrausti með Reyni Grétarsinni sem var nú nýbúin að selja núna og Sveini Alfreð Reynisinni og Sveinn og við fórum út úr Lánstrausti þarna þegar Kaupþing kaupir það og Reynir eftir og við stofnum svo eða fáum Mitt Factoring í Danmörku til að stofna Mitt Factoring á Íslandi og reka það mmeð okkur. Saminum það svo eða seljum það svo til Spron og það heitir Spron Factoring og já, ég geti haldið, það eru mörg fyrirtæki sem ég hef komið að. Já, þetta náttúrulega samt bara, þetta opaslega reynsla og einmitt að fara með svona sprota og koma honum inn í það hvort sem það samrunni við annað fyrirtæki eða bara að það nái síðan bara blómstra í sínu sko. Já. Það eru þetta gríðarlegu sigur og veist, af því þetta er svo mikið hugvit sem liggur að baki sko. Já. Það er mikil vinna fyrst og fremst. Mikil vinna. Þetta er rosaleg vinna að vera alltaf í þessum sprotafyrirtækjum en ég hef gaman að því og það er það sem skiptir máli. Já, og hvað sprotafyrirtækjum ertu núna að vinna með? Í dag er ég í stjórnum 2 sprotafyrirtæki, annað heitir Margildi og það framleiðir síldarlýsi úr síldarafskurðum og þetta er mjög sérstakt lýsi vegna þess að það er bara svo bragðgott. Já. Og alveg frábært lýsi. Og náttúrulega bara áðholt líka. Já, er það komið alveg í að selja, er þetta að selja hérna heima? Já, við erum búin að gera svona nokkrar atlögur og núna er verið að dreifa því á ný í búðir. Við vorum að láta aðra dreifa fyrir okkur og það gekk ekki nógu vel, þannig að við erum að dreifa þessu núna eða láta dreifa þessu núna undir okkar vörumerki, fiskolía og síldaðilýsið er mjög sérstakt vegna þess að það hefur hægari oxunatíma, það er að þránar miklu hægar heldur en þorskalýsi og er bara svo skrambi gott. Já, gaman að heyra. Alveg ótrúlega, ég hef þetta komið með flösku handa þér. Þú ert ekki að standa hérna í markasmálunum. Nei. En þú ert búin að koma í þá að framfæri. Já. Og skemmtilegt. En það er líka einmitt, þetta er svo skemmtilegt nefnilega við þessi sprotafyrirtæki. Það er einmitt, þú veist, oft þetta orðspor svona sem að bara við erum einmitt eins og við að tala saman um þetta núna. Já. Og veist, þetta, náttúrulega þegar fólk prófar þá berst það áfram. Já, einmitt. Það vonandi að þetta gangi vel og ertu í öðru sprotafyrirtæki líka? Já, ég er í stjórn Saga Natura sem er nú kannski svona komið aðeins yfir það að vera sprotafyrirtæki en það er ekki langt síðan að það var sprotafyrirtæki, það er ennþá á leiðinni upp og
gengur ágætlega og mjög spennandi þar og þetta svona líka svona heilsuvara og voru að framleiða astasantín og búa til alls konar vörur úr því og svo blönduðu við þessu saman líka astalísi eða Þú ert allir það? þannig já, en það bara gaman að styðja við það sem maður hefur trú á og hefur prófað og Saga Natúr að framleiða líka Saga Pro og alls konar Algjörlega búin að standa sem ég vil alls konar vörur sem að líka astasantín vörur, astaskinn heitir einn varan líka. En svo við förum aðeins aftur í bara svona þessa ráðgjöf sem þú ert að veita til fyrirtækja. Já. Þú tala náttúrulega um verkefnastjórnunina. Já. Og svona, en varðandi svona bara stjórnenduna sjálfa, er einhver vandamál svona sem þú sér það eru önnur en svona þessi sem tengjast verkefnastjórnun sem að þú rekst oft á aftur og aftur? Já, það er alltaf sömu vandamálin eða sömu, það eru margvíslega en þau vandamál kannski sem að snúa bara að mannfólkinu, stjórnun teymisins og að fá teymi til þess að ganga í takt og að sama markmiði. Það er alltaf stóra verkefni stjórnandans, vera með hæfileika til þess að lýsa fyrir þeim framtíðarsýninni og stefnunni og fylgja því eftir og vera hvetjandi og ekki letjandi. Hefur ykkur góð ráðið með þarna svona bara fyrir þann stjórnanda sem með þarna að hlusta á okkur núna? Það er kannski fyrst og fremst það sem að ég lærði eftir að hafa farið í gegnum markþjálfun. Það er að vera góður hlustari. Það er að hlusta á fólkið. Það er kannski það besta sem maður getur gert þegar maður er stjórnandi, að vera opinn fyrir því sem aðrir eru að segja. Ekki einblína á þá leið sem að þú vilt fara. Heldur bara að hlusta og spyrja opinna spurninga. Það er nefnilega svo auðvelt að spyrja lokaðra spurningar sem þú fær bara já og nei svar við. Og þegar þú fær þannig þá veistu ekkert hver hugur þess sem að þú spurðir var. En ef þú spyrðu opinna spurninga, þá færðu endalaust flæði upplýsinga og áhugaverðar möguleika um nýja stefnu. Já. Það er svo merkilegt, þetta er svo einfalt. Að maður bara, hélt að þetta vissu allir en þetta er bara mjög einfalt en fáir sem að spyrja á opinna spurninga. Þetta er nefnilega ótrúlega gott ráð sem þú ert að gefa og bara, mér verður bara að hugsa til að því ég var það er nú ekki lengra síðan held ég bara í gær, ég var að leita meðmæla með aðila og þessi stjórnandi sagði við mig það sem er svo frábært við þennan einstakling er bara að hún var svo hrein og bein alltaf í að segja mér hvað henni fannst og sérstaklega henni fannst ég vera að gera eitthvað vitleysu og ég og hann sagði, mér fannst ég verða bara svo miklu sterkari stjórnandi með því að hafa þennan einstakling svona heiðarlegan við mig af því að ég fekk þarna tækifæri til að bæta mig. Já, auðvitað. Og ég sagði bara við þennan stjórnandi, ég sagði, þú hlýtur að vera góður stjórnandi. Það er nefnilega einmitt ekkert allir sem að gefa starfsfólkinu sínu bæði það að það myndist þetta traust að þeir séu heiðarlegir og segir nákvæmlega sem svona býr í hjarta þeirra og svo líka einmitt að hlusta. Svo að geta verið, vegna þess að ef þú hlustar þá líður þeim sem þú tala við miklu betur. Og þá er hann að koma sínum áhyggjum eða áhuga málum á framfæri og jafnveg þó að það veri tekin einhver allt önnur stefna, það er allt annað mál, en ef þú gefur viðkomandi tækifæri á að tjá sig. Einmitt, af því að það er ekkert alltaf þannig þó að viðkomandi fara að segja það sem hann vill hafa endilega farin akkurat svo leið. Nei, það þarf náttúrulega að hlusta á margra sjónarmið og taka skynsamlegustu ákvörðunina. Þannig að þú ert þá einmitt þá líka farin í þetta að styðja stjórnendur þarna. Ég hugsa að geta oft verið svolítið einmannalegt að vera, tala nú ekki kannski forstjóri og það sem þú hefur ekki alltaf eitthvað til þess að deila svona hvaða leiðir eru bestar. Já, einmitt. Og þá er mjög gott að geta tekið samtalið og fengið þá heiðalegt svar. Og þannig að þetta er náttúrulega bara lykil atriði númer 1, 2 og 3. Er ykkur önnur svona verkefni sem að fíla á stjórnendum í dag sem svona kom upp í hugan? Já, það er náttúrulega bara eins og þú segir kalt á toppnum oft en stjórnendur hafa náttúrulega bara alltaf þessa
þessi erfiðu verkefni að fást við sem eru náttúrulega bara það að taka réttar og skynsamar ákvarðanir og taka þær á réttum tíma að það bara til dæmis eins og þeir sem eru að stýra lífeyrissjóðunum að kaupa verðbréf á réttum tíma, það er kunst, getur verið mjög erfitt. Eru þeir til dæmis, ég bara, nú þekki ekki nógu vel inn í mitt lífeyrissjóðakerfi, en eru þeir til dæmis með ykkur að ráðgjafa með sér í þessum málum sem eru, eða eru þeir kannski bara mestu sérfræðingarnir? Með sína starfsmenn sem eru þá sérfræðingar í verðbréfaviðskiptum. Þeir eru með sína viðskiptavini sem eru bankarnir og verðbréfafyrirtækin út í bæ sem þá tala sín á milli og svo eru þeir náttúrulega með stór fyrirtæki sem eru með sjóði í stýringu og það er gríðarlega mikil upplýsingavinna. Þannig að það er gríðarlega mikið af upplýsingastreymi bæði utanfrá og innanlands sem er aðgengileg og upplýsingar sem eru aðgengilegar lífeyrissjóðunum. Og þið sem eru í stjórn væntanlega, þið eru náttúrulega líka að veita ákveðið aðhald og... Já, við þurfum að kynna okkur málin og veita aðhald og stuðning við þá sem að taka ákvarðanir og við tökum náttúrulega bara stærri ákvarðanir þegar það er kannski komið upp fyrir eitthvað ákveðið takmörk sem að stjórnendur hafa heimild til. Þú varst náttúrulega mörg ár innan Intellekta síðan sem ráðgjafi og svona hvað varstu til dæmis lengi þar? Þú varst... Rúm 7,5 ár. Já. Og hvernig Intellekta mjög skemmtilegt fyrirtæki sem er annars vegar á ráðningasviði og svo hins vegar ráðgjafasviði og svo eru þeir að þróast núna út í að svona meiri tækni þjónusta og tækni ráðgjöf. Þau verkefni sem að ég var með, þau voru bæði svona fjármálaverkefni, sala á fyrirtækjum, verðmat og sala á fyrirtækjum. Já, ertu eitthvað og ég er í því líka núna, að verða með þetta fyrirtæki og bjóða til sölu, leita eftir kaupanda og sjá söluna einhverju leyti eða mestu leyti. Ertu þá fengin inn af, ef það er fyrirtæki sem er í söluferli, ertu þá fengin inn af fyrirtækinu sjálfu eða ertu fengin af hugsanlega kaupanda til þess að skoða fyrirtækið? Já, það hefur nú verið beggja blans. Þannig að ég hef bæði verið að hjálpa eigendum fyrirtækja að finna hlutafé og finna bara kaupendur og svo líka hinum megin að hjálpa kaupendum að finna fyrirtæki til kaups. Þetta er örugglega gríðarlega flókið að svona verðmeta oft fyrirtæki eða hvernig er það? Já, þetta er náttúrulega bara, maður kynnir sér það og lærir hvernig á að gera það og þjálfa sig í því. Þetta er náttúrulega oft einhver hlutafélög jafnvel sem hafa einhver tíma verið seldir hlutir í og annars líkt. Verðmati skiptir náttúrulega öllu máli þegar þú ert að fara að kaupa og selja og það byggir á rekstri til hvernig horfurnar eru og svo fortíðinni og svo ekki síst á stjórnendunum. Og það byggir á umhverfinu líka og hvernig keppinautarnir eru og svo aðganga fjármagni. Þannig að það er mjög marga breytur í þessu. Já, fyrir svona venjulega manneskja eins og mig, þá finnst mér þetta virka alveg gríðarlega flókið, sérstaklega þegar maður hugsar til svona stærri fyrirtækja. Endanum er það náttúrulega bara verðið sem að kaupandi er sáttur við að greiða. Akkurat. Sem er kaupverðið. Það er oft... getur verið töluvert frá því verðmati sem er búið að reikna út. Já. Það getur verið eitthvað annað sem að viðkomandi sér sem að sá sem að verðmetur var ekki að meta neitt. Algjörlega, maður svona velti sér þá fyrir sér í því, oft er þetta kannski sprotafyrirtæki ef við tökum þau aðeins aftur. Já. Þau eru náttúrulega kannski ekki komið með eins svona fastan verðmiða á sig. Nei, það er miklu erfiðar að meta þau og þau eru náttúrulega í þeirri stöðu að eru annarkvort búin að fara í gegnum dauðadalinn eða eiga eftir að fara í gegnum dauðadalinn. Og ef þau eiga eftir að fara í gegnum dauðadalinn, eins og ég kalla hann, að þá er verðmati bara, hvað eru kaupendur tilbúnir að borga fyrir einhverja hugmynd.
Hvað er Og dauðadalurinn? Bara svo þú segir dauðadalurinn, okkar það eins. já, hann náttúrulega sá tímapunktur í lífi sprotafyrirtækja sem að eiginlega þroskaferillinn upp í fullorðinsár. Og ef að þú hefur ekki fjármagn til þess að komast í gegnum dauðadalinn, þá ertu náttúrulega bara dauður. Þá lifir ekki fullorðinsárin. Já. Og nærð kannski bara aldrei að fá fjármagn til og þess nærð að... aldrei fjármagni til þess að verða fyrirtæki sem er sjálfbært og vaxandi. Og það er mjög mikill vandi vegna þess að hér á landi til dæmis eru ýmsir sjóðir sem að styrkja fyrirtæki með fyrstu hugmyndir og Arjóbanki var nú mjög duglegur í því að vera með Startup Reykjavík til dæmis. Mjög flott. Og ég hjálpaði þar til með að vera svona mentor fyrir fyrirtæki. Og það er sem sagt áður en að maður kemur að dauðadalnum. Og þú getur verið búið þar til fyrirtæki sem að er kannski að gera mjög sniðuga hluti en á endanum þarf fyrirtæki náttúrulega sína hagnað og það þarf oft mikið fjármagn til þess að koma sér á markað og ef þetta fjármagn fæst ekki á sem hlutafé eða á mjög góðum kjörum og þá getur verið erfitt að ná þeirri stærð sem að gerir fyrirtækið hæft eða rekstra hæft. En þegar þú komin á gott skrið og hefur fjármagn til þess að reka þig hagnað frá ári til árs, þá ertu náttúrulega orðin svona þroskað fyrirtæki. En þetta er eflaust örugglega einhver skref þarna í þessu, fyrirtæki eru jafnvel að taka þá fá styrkja í byrjun svo hugsalega eitthvað svona millifé inn þangað til að það kemst. Þetta fé til þess að komast upp úr dauðadalnum eins og ég kalla hann, til þess að koma fyrirtækjum á rétt skrið þannig að það geti haft nægilegan hagnað til þess að borga arð og nægilegar tekjur til þess að borga starfsmenn og laun og allt það sem að þarf. Þetta er nefnilega svona að ég hef nú starfað sjálf innan sprotaumhverfisins að þetta er auðvitað mikil reynsla og bara í raun svona þrautseigja sem að kannski má segja að fólk hafi sem að hefur farið gegnum þetta ferli. Rosaleg vinna og mikið þrautseigja, já. En og svona hvað er eitthvað svona ráð sem þú getur gefið fyrirtækjum sem að eru í þessum dauðadal? Það er kannski helst það að vera duglega að leita eftir fjármagni því að það fjármagni sem að bjargar þér upp úr dalnum. Gott hugvit og allt það er náttúrulega nauðsynlegt og góð vara en þú þarft fjármagn til þess að koma þér af stað. Og hvað er það, því að nú hefur þú gert þetta bara sjálfur oftar en einu sinni? Já, ekki einn. Nei, með góðu fólki þetta, maður gerir kannski fátt einn, en hvað eiga þessi fyrirtæki að hugsa ef stjórnendur þessara fyrirtæki og stofnendur til þess að selja svona til fjármagnseigenda, selja hugmyndina sína, að þetta sé góð hugmynd að fjárfesta. Hvað er það svona fyrst og fremst sem að fellir, við hugsaum fyrst á hvað fellir þessi fyrirtæki? Já, það er kannski léleg viðskiptaáætlun og léleg hugmynd, það er náttúrulega bara númer 1, hugmyndi þarf að vera góð, en það er líka hægt að eyðileggja góða hugmynd með lélegri áætlun og þannig þetta þarf allt saman að haldast í hendur. Nú heyrir maður alltaf mikið talað teymið, að það sé jafnvel horti jafnvel meira á teymið heldur en hvernig viðskiptaáætlunin er? Eða? Já, ef teymið er gott og hugmyndin góð að þá eru fjárfestar kannski tilbúinir að koma inn og hjálpa viðkomandi að búa til góða viðskiptaáætlun og þeir koma þá inn á lágu verði væntanlega og búa til góða viðskiptaáætlun og selja það þá kannski á tíföldu verði. Akkurat. Eftir það. Þetta er nefnilega, ég held að síðan er ekkit endilega kannski bara öllum gefið að gera góða viðskiptaáætlun. Ef maður pælir í því. Þeir eru kannski bara rosalega góðir á hugmyndasviðinu en svo kannski vantaðum Já, þá er það teymið sem að skipti máli að fá til liðs við sig fólk sem að kann hlutina. Þetta er svolítið skemmtilega pælingar og mjög gaman að. Mér finnst þetta áhugavert og ég vissum að það er svo mikið að mér finnst bara svo frábært á Íslandi hvað svona umhverfi hefur verið svona með margar svona margar svona
bara eins og startup Supernova, það er gullleggið, það er með alls konar, já. það er alls konar vinklar sem að, eða plattforma sem að svona hugmyndagóðir einstaklingar geta komið inn með hugmynduna sínar og náða að koma þeim á eitthvað áður stað. Það er mjög mikið gert í því, það er svona hyggla þessum hugmyndum. Já. En það vantar kannski meira fjármagn í að bjarga þessum fyrirtækjum sem að eru með góðar hugmyndir, eru búin að fara í gegnum, fá kannski verðlaun í gulllegginu eða einhvers staðar og eru bara komnir í einhvern rekstur en samt ekki komnir í hagnað og geta kannski ekki borgað sér laun og þá þarf gefast kannski bara upp þarna á einhverjum gefast upp í brekkunni og leiðinu upp og þurfa að markasetja sig. Það er dýrt að markasetja sig. Það er dýrt að markasetja sig á Íslandi. Það er ennþá dýrar að markasetja sig í Evrópu og það er margfalt dýrar að markasetja sig í Ameríku meðan við Evrópu. Eigum við að taka hérna 2 óvæntar spurningar? Já, látum við það. Hérna ég sem ég bara rétti þér kassan og þú mátt draga 2 spurningar. Þetta eru litir, þannig að hérna veldu kannski 2 ólíka liti. Já. Hvað er með það? Lestu nú fyrir okkur. Hvað er það ólöglegasta sem þú hefur gert? Já. Fjármála ráðgjafinn sjálfur. Já. Já, ég hef nú ekki gert neitt ólöglegt held ég. Ekki nema kannski ekki einhvern tímann of hratt. Stundum að flýta mér og síðustu stundu. Þú hefur allar tíma. Ég er orðin betri í því núna. Já, að koma á réttum tíma. Nei, ég er kannski svolítið svona prinsipmaður að ég ætlast til þess að menn fari eftir reglunum og ég vil fara eftir reglunum. En að því gefnu að reglurnar séu skynsamlegar að mínum mati. Ég fer á lögum en kannski ekki öllum reglum. Nei, það er gott. Ég stál einu sinni íspinna úr búð þegar ég var krakki, Já. Og þetta situr alltaf í mér að ég hef gert þetta, komst upp með það. Ég myndi aldrei stela aftur, Nei, ekki vísvitandi, Hinn spurningin er, til hvers hlakkar þú mest á næstu 10 árum? Já. Þetta er skemmtileg spurning. Já, þetta er svolítið skemmtileg. Svona líka fyrir þig, svona markþjálfan og... Ögrandi spurning fyrir mig, svona sem er, bráðum að komast á svona eftirlaunaaldur. Já. Já, ég bara hlakka mest til þess að geta notið þess að vera með minni fjölskyldu og bara njóta sem mest. Já. Maður er náttúrulega búinn að vinna í 40 ár á markanum í alls konar verkefnum og eða bráðum 40 ár. Og það er bara, maður hefur verið upptekinn og heldtekinn eins og þessi kannski sprota fyrirtæki og vinnan á bakvið þau og reka fyrirtæki og stofna fyrirtæki. Þetta er bara, þetta tekur mikið og kannski maður er ekki sinnt fjölskyldinu kannski nægilega mikið á þeim tíma en ég hlakka bara til þess að gera ennþá meira því. Finnst þér ekki hafa samt svona náða af því að ég get ímynda mér þú varst til dæmis að stofna þessi fyrirtæki, þetta hefur örugglega verið svona botnlaus vinna. Já. Finnst þér þú ekki hafa svona kannski náða svona vinna það alveg tilbaka aftur, þetta er kannski líka áhugavert fyrir þá sem að eru núna kannski á kafi í vinnu og sjá kannski ekki alveg fram úr því bara verði ég alltaf að vinna svona mikið og jafnvel fyrir lítinn pening eða eitthvað. Eftir á að hyggja hefur þetta verið mjög gaman. Já. Og þetta hefur gefið ágætlega en hins vegar að þá ef ég ætti að byrja núna á nulli þá myndi ég náttúrulega taka svolítið öðruvísi ákvarðanir. Ég myndi vera varkárari held ég. Hvernig þá? Já, bara því þegar maður er ungur þá er maður ódöðlegur í huganum. Já. Og hegða sér kannski stoltið þannig að maður tekur gríðarlega áhættu en maður getur líka tekið miklu meiri áhættu þegar maður er ungur. Algjörlega. Og bæði í fjármálum og bara í lífinu. Og það, ef maður vissi fyrirfram hvað þetta væri mikil vinna að byrja á nulli, að þá er maður kannski frekar hikandi í dag heldur en
fyrir 40 árum eða 30 árum eða 20 árum. Þetta auðvitað sko lífsreynslan auðvitað gerir það að verkum að maður svona kannski hugsar öðruvísi auðvitað. Já, En hefðirðu viljað sleppa því að stofna til dæmis þessi fyrirtæki? Hefðirðu Nei, viljað alls fara ekki. mis við það? alls ekki. Ég er að horfa á suma skólabræðu mína sem að útskrifuðust með mér í verkfræðinni og þeir eru ennþá að vinna á sama fyrirtæki og þeir byrjuðu fyrir 30 og eitthvað árum síðan. Já, ég vona að líði samt vel í því sem vonandi þeir eru að líður gera. þeim mjög vel, en ég öfunda það ekki. Nei. Ég kannski hef þörf fyrir að vera svona í fjölbreyttu atvinnulífi og spennandi umhverfi og þar sem að tækifærin eru og bara gaman að hlaupa og gera. Þetta er náttúrulega rosalega gaman að geta hort tilbaka og séð að maður hefur komið að alls konar fyrirtækjum sem hafa blómstrað síðan í áframhaldinu og orðið jafnvel að einhverju nýju sko. Já. Eins og til dæmis bara upp á greiðslumats. Ég meina það voru svona ákveðin moment sko, sem var bara mjög gaman að fást við og Þannig að núna horfur þið til þess bara að vera góður afi og... Já, það eru 6 barnabönn og það er alveg hægt að hafa gaman að því. Algjörlega, þetta er náttúrulega kannski síðan svona kannski áherstirnir í lífinu, eða ekki? Jú, absolutt. Það er bara mjög gott. Þú veist, þegar maður að hugsa bara sjálfur, ég er náttúrulega, mér finnst ég vera bara rétt að byrja. og Já. En það er samt sem áður, þá held ég að einmitt að fá tækifæri til þess að prófa sig áfram. Þó að maður sé kannski stundum að gera kannski einhverja vitleysu og reiki sig á allt þetta. Maður lærir svo mikið á mistökunum. Já. Maður lærir nefnilega rosalega mikið á þeim. Það er bara að gera að vera ekki hrædd að taka næsta skref. Einmitt, takk fyrir það. Ég allan að vona þegar að ég muni á einhver tíman hætta að vinna að ég muni bara geta hort tilbaka einmitt og verið bara einmitt ánað svona með skrefin og veist, ekki séð eftir neinu. Nei, ég held að það skiptir rosalega miklu máli að þó þeir mistakist kannski eitthvað verkefni eða, veist, og þá bara halda áfram, ekki gefast upp. Það er það sem að skiptir máli. Akkurat. Ég átti þátt í því með hún Sveini sem ég nefndi áðan, var í Lánstrausti og fleirum og Reyni líka held ég. Að við vorum með fyrirtæki sem NetDoktor. Er það einhver undanfarið doktor.is? Já, það er undanfarið doktor.is. Þar ætluðum við að sigra heiminn eins og alltaf. En við vorum ekki með nægilegt fjármagn til þess að gera það og erfitt að fá tekjur. En hugmyndin var þar að vera bara með eins og gervigreind sem að gat þess að þú gast slegið inn upplýsingum kannski einhverja sjúkdóma eða hvernig þið leið og fengið einhver svör það hvað þið væri hugsanlega að þér. Þetta er ekki komið að þá. Svona hálfgerð sjúkdómsgreining, hreinlega bara. Já, þeir væri í Bandaríkjunum það var 84 og það er svo langt síðan. Þetta er bara fyrir interneti meira sér. Já, nei, það var komið internet og þetta var fyrir internetið en þetta var samt sem að komið svona háskólanet. Já. Og þá vorum við að prófa það sem heitir svona artificial intelligence eða gervigreind og það voru bara allir hugsa það að þetta væri bara þetta væri bara að koma eftir 10 ár, þá væri bara gervigreindin komin Já. Og þá sá maður það fyrir sér að spítalarnir myndu til dæmis geta nýtt þetta þannig að það var bara dælt inn upplýsingum ástand sjúklingsins og þú bara fékkst á skjáin bara hvað var á honum. Merkilegt að þetta sé ekki komið. Og þetta er ekki komið enn. Ég held að þetta sé komið. Er það? Þeir nota AI til þess að lesa upplýsingar. Það tekið einhverju upplýsingar sem læknar að nota. Já. En það er frekar að fengið AI, svona greind til þess að lesa þessu upplýsingar. Artificial intelligence, já. Og þeir lesa þetta miklu betur heldur en læknarnir og þetta ég get ímyndað með það. Komið eiginlega núna Já. En hugsaði þá, 2022. Það er 30 eitthvað árum seinna. Já, 38 árum. Já, það er einhver kona sem átti að setja á það var komið Alzheimer og átti að fara að setja svona á stofu fyrir fólk sem er Alzheimer
svo konstaði hún var bara ekkert málsamir, það var eitthvað annar sjúkdómur sem valdi til þess að hún var með svona Já, sem olli því að hún var hún var með missa minni og eitthvað svona og Já. það Og það var var- bara eitthvað töflur í mánuð og þá var lægi já, það var bara læknin lasa vitlaust en AI-in lasa já, vitlu nákvæmlega þetta er annars er einmitt sko, þessi gervigreind hún og þessi forrit eru að ríða sér til rúms Þetta er að koma náttúrulega í svo mörgu sko og já, og ekki bara artificial intelligence, þetta er líka svona robotics á skrifstofunni þar sem að þú er bara með smá forrit sem að gera svona rútínu vinnubrögð mjög einföld og vinna bara fyrir það á nóttunni þegar þú ert ekki í vinnunni og svo kemur og það er búið að raða öllu í fæla og Já, út að senda út fullt af póstum Já, og náttúrulega alls líka konar. núna er þetta allt bara orðið rafrænt, þú veist, þetta er Já, ekki já. eins og allir þessi pappir, þú veist, þannig að skjölun eru öll líka á netinu, sko, Já, og þannig að það er auðvitað bara borleikjandi að það sé þarna einhver gerfugreind sem að hjálpi til þarna, sko. Já, þetta, mér langar aðeins að fara aftur að, þú veist, þú varst þarna náttúrulega í nokkur ár hjá Intellekta sem er nú virkilega flott og öflugt fyrirtæki sem er búið að vera að gera góða hluti og mér sýnist þið bara að vera að bæti í og bara halda áfram í sínu vexti. Hvað varst að gera þar á undan? Veist, það verið gaman að heyra það líka. Já, þá var ég í fyrirtæki sem að heitir HR-VAF og það er fyrirtæki sem að er í eigu Mannvits og Verkís sem eru 2 stórar verkfræðistofur 2 af 3 stórum hér á landi. Og þetta fyrirtæki HR-VAF var svona verkefnastjórnunar armur þeirra og var til þegar þið byggðu Norðurál og þannig að þetta fyrirtæki sá mestu sem sagt verkfræði, hönnun og verkefnastjórnun á byggingatíma þegar Norðurál var í byggingu. Og í hvernig verkefni varstu þar? Þar var ég sem fjármálastjóri og aðal samningamaður. Kom þarna inn fyrir hrun og þá var verið að plana byggingu álvers í Helguvík og við vorum þarna að safna saman fullt af sérfræðingum, verkfræðingum og öðrum sem að þurftu að vinna við það. Heilmikil vinna, ég var aðal samningamaður og þurfti að vera í samningum og svo varum við í samningum með Alcoa líka, við vorum að vinna ákveðin verkefni fyrir þá og svo kemur hrunið. Og þá er HR-VAF í raun og orðið sko svona 30-40 manna fyrirtæki með 200-300 verkfræðinga á sínu snærum sem að voru allir á fullu í að fara að vinna í Norðurál í Helguvík. Það var svo ekkit úr því eins og landsmenn vita en í staðinn að þá ákveða Rio Tinto og Alcan, eigendur Ísal, að fara út í stórar breytingar á álverinu þar. Breytingar sem að voru gríðarlega fjármagnsfrekar sem að voru 60 miljardar króna og það er farið í það verkefni eftir fjármálarhrunið 2009 og þetta var langstæsta verkefni sem að hafði komið inn til landsins á þessum tíma eftir hrun og mjög áhugavert og sama tíma vorum að vinna fyrir Alcoa fyrir austan líka og ég er aðal samningamaður og er að semja þarna með mínu teymi í Montreal við Rio Tinto og Alcan og við vorum líka á fundum stundum í Pittsburgh í Pennsylvania þar sem Alcoa er með höfuðstöðar og það er svolítið merkilegt að þessi fyrirtæki bæði Alcoa og Ísal að þeim er eiginlega haldið utan við svona stórframkvæmdir. Það er móður fyrirtækin sem að sjá alfarið samninga og að ákveða hvernig og hvað á að gera. Og HR-VAF var fengið til þess að vera aðal svona EPCM-kontraktor heitir það og þá eru þeir með Engineering, Procurement, Construction, Management stendur þetta fyrir en það er raunverulega allt ferlið, allt frá hönnun og það er áætlanagerð og það er verkefnastjórn og það er eftirlit allt nema, og það er innkaup allt nema fjármögnunin kemur frá kaupandanum sjálfum en HR-VAF sá allt hitt og Hvað tók þetta langa tíma? Þetta tók alveg 4 ár og var mjög umfangsmikið, auðvitað var HR-VAF að finna í öðrum verkefnum Já. og svo þegar var farið að síga á seinni hlutana þá vorum við farnir
líta til Noregs og finna svona skemmtileg verkefni þar. En svo bara gerist það svo hratt að verðlag hér ríkur upp og laun á Íslandi verða bara ósamkeppnisfær við til dæmis laun í Noregi. Og þá gátu okkar verkfræðingar ekki unnið lengur í verkefnum í Noregi með einhverjum hagnaði, skilur. Já. Og þannig að það var ákveðið af Mannvit og Verkís að draga úr starfsemi HRF þannig 2013 þegar ég fer til Intellekta. Þetta hefur nú verið svolítið áhugavert fyrir því að koma úr þessu rosa stóra samningsumhverfi. Já, þetta var gríðarleg reynsla og sérstaklega reynsla í samningamálum og samskiptum. Mikli fjármunir þarna í húi, sko. Gríðarlegir fjármunir og það að ná að semja við þessa sterku aðila og geta verið kókrustur innan þessa miklu og stóru stjórnendur að það var bara svolítið góð tilfinning. Var það ekki? Jú. Má ég bara spyrja bara af því að ég, hvernig ber maður sig að í þessu einmitt bara að vera einmitt fullu sjálfstraust í að fara og mæta fólki, hvernig undirbýr maður sig fyrir svona fundi til dæmis að bara vera með góða samningsstöðu og allt þetta, sko. Við vorum með mjög gott verkefni í höndunum. Þeir vildu fara í verkefnið og við vorum raunverulega eini aðilinn sem gat tekið þetta að okkur hér á landi. Þannig að samningsstaðan var góð. Samningsstaðan var góð en auðvitað þeir hefðu geta fengið erlenda aðila til þess að koma að þessu og þannig að við vorum fyrst og fremst að keppa við erlenda aðila og að því að allt hrundi nú hérna og þá lækkuðu launin og þannig að við urðum samkeppnisfærari, gengi íslenska krónuna lækkaði. Já. Og við urðum samkeppnisfærari og þannig að það var auðveldar að ná svona stóru verkefni, annars hefðu bara einhverjir erlendar verkfræðistofur tekið þetta. Og það það sem vandinn hér á landi, að það við með þessari krónu okkar að þá erum við kannski sjaldan í svona góðu samkeppnis hlutverki. Já. Við erum yfirleitt eða ansi oft erfitt að keppa við erlenda verktaka sem eru með miklu lægra verðlag heldur en hér. Maður getur alveg ímyndað sér að þetta hljóta að vera mikil reynsla sem að búa að baki eftir svona störf. Já, mikil reynsla og þú veist að spyrja á hvernig maður undirbýr sig. Maður undirbýr sig kannski ekki, maður er alla ævina að undirbúa sig. Og þetta er ekki bara maður sjálfur, þetta er líka uppeldið. Þú veist, hver fyrirmyndin og það skiptir líka miklu máli. Já, segðu okkur aðeins svona frá því, hvað hefur þú hvað fannst þér vera þá að gagnast þér þar best, einmitt bara að þú horfum til uppeldisins af því að... Já, okkur var náttúrulega bara kennt uppeldinu að vera bara trú sjálfum okkur, vera bara, sjálfstæð og bera höfuðið hátt, hvort sem hún værir meðal kóngafólks eða almúans, skilurðu. Já. Að vera bara þú sjálfur og hafa trú á sjálfu þér og ég held að það bara vera heiðarlegur og hafa trú á sjálfu þér og meðan þú ert þannig að þá þér allir vegi færir. Það er bara þannig. Fólk er bara fólk. Fólk er bara fólk. Já. Og við erum bara öll fólk. Og við erum öll fólk. Við þurfum ekkert að skammast okkar fyrir það þó að forfeður okkar hafa einhvern tímann verið í moldarkofum. Já, akkurat. Það hefur örugglega oft hrjáð bara... okkur Íslendingar svolítið, kannski eitthvað minnumáttakend. Já, þessi minnumáttakend, hún hefur verið landlæg hérna í mjög lengi en bara við höfum bara reynt svo mikið í gegnum tíðina, þannig að við viljum bara trúa því að því að það hefur reynt svo mikið á okkur að þá erum við harðgerðari heldur en ella. Og þess vegna eigum við bara að standa teinrétt og vera hugrökk og bara ána með það sem við höfum. Þetta er náttúrulega, ég held að þetta sé bara eitthvað sem á ekkert bara við í viðskiptum, þetta bara á við í lífinu öllu. Já, ég held það. Það var líka ágætis reglur sem ég fór að fylgja sem að heita lífsregluna 4. Já. Og Mexíkói sem af tolteka ættum sem voru undan Aztekum
og hafði þessa speki eftir ömmu sinni, skilst mér, og það var sem sagt að hérna ekki að draga rangar ályktanir, alltaf að gera sitt besta, og síðan að hérna já, ég man nú ekki alveg Nei. hvað það. En talaði hann eitthvað það til dæmis eins og að draga rángar ályktanir, þú veist, hvernig hann... Já, það nefnilega það að draga rangar ályktanir. Þetta er það sem þú ert alltaf að gera þegar þú ert að búa til hindranir í huga þér. Og það er svo margir sem gera það. Að þú veist, þú áður eins og með viðskipta áætlunina eða sprotafyrirtækið eða hvað. Ég meina, ég get ekki farið og sagt frá þessari hugmynda því ég er ekki búin að búa til svo flotta viðskipta áætlun. Þannig er þetta búið til hindrun. Já, þetta er mest huglegt. Og þetta er bara allt í hausnum á manni. Og þess vegna, já, ein af reglunum líka er að ekki að taka nærri þér það sem sagt er illa þig eða illt umtal eða niðrandi umtal. Ekki taka það nærri þér. Vegna þess að sá sem talar, hann talar bara frá eigin hjarta. Og hann veit ekkit betur. Hann er bara ímynda sér. Hann er að draga ranga ályktun af því sem hann sér. Já. En þú veist betur, þú þekkir sjálfa þig. Þannig að þú átt ekki að láta aðra hafa áhrif á þig. Þannig að þetta er svona skemmtileg speki og einföld speki, bara að gera Ég held að það sé nefnilega sko, það einmitt bæði að maður sjálfur dragi sig ekki niður. Já. Og láta einmitt ekki kannski, af því að oft er þetta kannski ekkit margar raddir sem að hugsanlega segja eitthvað sem að þú tekur nærið þér og lætur að stoppa þig. Það er kannski einhver eitt sem ég vil þekkið ekki neitt. Já, absolutt. Já, já. Og en að það er bara þetta held ég að skiptir ekki máli hversu oft þú dettur, þetta er bara að halda áfram með það ekki. Jú, bara þraut segja hann, já. Og ég held að hún sé nú flestum Íslendingum í blóðbórin. Já, ég held að það sé svona kannski styrkleikin okkar. Já, við bara trúum því. Já, ég held að við erum nú búin að fara yfir svo margt í þessum þætti og mér finnst þetta svo góð orð sem að við erum að ljúka kannski þá þessum þætti með. Já. En ég held að sko ef við færum yfir allan þinn feril sem að er bara virkilega flottur. Já, takk. Já, það var hægt að taka klukkutími í það. Er það ekki bara efni í annan þátt. Þannig að ég held við erum bara þakka þér fyrir og bara takk fyrir að vera með mér og deila þinni reynslu og sögum og ráðum. Takk fyrir. Gangiði vel. Bara gaman að koma. Takk sömuleiðis. Takk kærlega fyrir að hlusta. Þessi þáttur er framleiddur af Húbla í samstarfi við Dexo og Siggu Kling. Myndatak og klipping er í höndum Dexo. Fylgdu okkur endilega á LinkedIn og á Instagram og Facebook og TikTok og farið síðan á heimasíðu Húbla, hubla.is til að skoða hvaða þjónustu þú getur fengið í gegnum Húbla. Mundu að það er best að vera maður sjálfur og gera eitthvað gott fyrir aðra. Takk fyrir þetta.